Geðdeildin. Geðdeildin. Voru ekki búin að... Já, við erum búin að gera það. Ok. Fyrir bæstið. Sko, vegna þess að við erum búin að gera alveg 6, þáttum með 6, þannig að það geta alveg verið sem varum endurþekkur, þannig að... Þetta er þáttur 61. Já, og þegar maður er þætti sem við erum búin að vera svo lengi góki, þá er það erfitt að segja ekki sem er búið að koma að það. Já, en heyrðu, það er sunnudagur, 1 dagur í bolludag, og svo sprengidagur, og svo er öskudagur, og síðan bara vetar. Og síðan er bara vetarfrí. Já. Og Magga líkar ekki við það. Hann vil bara vera í skólanum og gera starfið þar. Aftur. Já, hann var að segja það. Þú skipt nábrið í þannig poppfylta. Nei. En þarna, já, þetta er alltaf að gera, sko. Já, þetta er vikan. Og það var líka Eurovision í gærkvöldi. Já, hefur öllum hann. Ég kannski ekki neitt. Já, ekki aldur fyrir hann. Hvað, Kristu þú? Nei. Það var eitt lag sem ég fannst aðeins, þú veist, vera betra en hitt en... Ég veist þetta seinasta skásta, en það var þetta ekki mjög gott. Hvað var sem var betur? Hvað var seinasta? Það var með konan Móa. Já, Móa. Ég held það, já. Nei, var það hún? Það var eitthvað furðulega langt nafnið á laginu. Já, þarna... Bragi þarna. Nei, ekki Bragi. Já, allavega lagið nafnið á laginu er það lengsta, það stundum snýst heimurinn gegn þér. Já, ok, það er ekki það hundar. Já, hvað sem var að skasta? 9000906, nei, 9000906, það var það sem ég fannst skast. Ég vil ekki segja. Ég myndi ekki segja neitt ef það væri góð. Það er alltaf eitthvað fólk að tala með sig. Ég er bara þá að segja það er aðeins skárra hitt. Ég er ekki að segja að þetta sé frábært lag og það er algjör standum. Mér fannst það bara að vera skárra en allt hitt. Já. Bragi? Ég eiginlega þurfti líka, þú veist, að styðja þessu vegna þess að frænka mín var, þú veist, bakgröð í þessu. Dómstúrsta. Nei, það var þarna lifa inn í eitthvað. Já, ég held að það sé lagi sem ég fannst gott. Já, það var bara, þú veist... Hvað er það með hana eitthvað dilljá? Já, þessi þarna sem fer í ræktina þarna. Hæ? Það var sýnt í þessu þarna þegar það fara yfir Eurovision. Ég horfi ekkert á það. Það er svo leiðvægt. Þetta er alltaf svona 7 mínúta einsöðu líka. Líka því þegar auglýsingar þessi hver 2 lög þá kemur bara auglýsingar hlýja. En sko, ef maður ætlar að gera gott lag í söngukefni þá þarf maður að geta muna laglínuna eftir að maður hlusta það. En í gær leiða útsendingu búin, þá gat ég ekki bara sungið eitt lag, ég gat ekki muna eftir neina lagi. Já, þeir var, en ég skal segja þeir voru öll betur en danska lagið í ár. Já, ég búin að heyra þetta sko. Já, þetta er rosa, Úlfur, þú búin að heyra danska lagið í ár. Þetta er bara autotúnað í drasl. Já, sko. Það er, nei, má það? Greinlega. Já, þú voru að spila það. Hæ? Þetta er bara hræðilegt. Já, sko, Úlfur, það má Ég myndi gefa þessu 1. Er þetta svona... Ég myndi vera í alla liði, ég myndi gefa þessu 1, sko. Er þetta svona Þýskaland í, hvað, fyrra? Eða hitt í fyrra? Hvað, ekki bara spila það? Ég skal spila það bara. Nei, Matthías var að gera það. Já, þetta er einu særast maður. Þetta hefur engin neitt höfundarétti þá nokkuð, eða eitthvað? Það er engin eitthvað að fara að vera eitthvað ríður í jöfnur að spila eitthvað dans í Eurovision. Já, bara, við vonum bara... Við erum alltaf að spila Rói endan, það er engin... Þessi gaur hlustar á Weekend 24/7. Sko, þetta verður verra, sko. Þetta verður verra. Þessi... Já, núna.
kallar það svona frægur á TikTok á tímabili. Og sko, já, það sem ég ætla að segja að, já, gott að, það engin lengur dómarakosningar í Eurovision. Nei. Þar, ég elska það. En þetta er leiðilegt, allan tíma. Já. Var það bara í undanúrslitunum? Ég veit Já, ekki. það hafa verið dómarakosningar. Mér hefur alltaf liðið þess að hafi verið engar dómarakosningar. Það er, þú veist, það minnsta sem ég spá í, sko, þegar ég horfa á Eurovision. Hérna upp á skápinn. Wow. Nei! Hvað heitir það? Fossi? Ég maður ekki. Ég veit það ekki. Þessi úr fucking... Fossi Björn úr, þarna, The Muppets. Já, þarna fucking Muppets, svona. Muppets. Allt er alltaf Muppets. Það er alltaf Sesame Street sem eru sem eru... hryllingsættir. Já, upprunlega. Var það þá Jim Henson sem ákvað Jim Henson fyrst að gera þetta að hryllingsættir? Þetta áttu bara að vera hryllingsættir fyrir fullorðna, sko. Síðan bara er þetta breytt. Ég þarf bara að spá núna hvort að Jim Henson hafi verið, þú veist, að pæla í því eitthvað. Það var bara að vera að sína frá fíknefnum í fyrsta seríunum. Þetta er alveg klíka, sko. En þarna... Cookie Monster héti alveg Crack Monster fyrst. Já. En þarna, ég horfði á frábæra mynd í fyrrata sem ég hef búin að vera að bíða eftir svo lengi að horfa á. Hvað, steppaðist við? Og það var Tropic Thunder. Loksins búin að sjá hana. Og ég bara algjörlega dýrkaði hvernig þetta byrja á einni auglýsingu fyrir orkudrykki, bara fyrstu sekúndunni, og svo allt í einu svona 3 trailerar. Úlfur í mikrofónu. Já, og þarna, svo byrjar introið fyrir alvörinu myndina. Já. Voða sniðut. Úlfur, talaði í mikrofónin. Það ekki. Voða sniðut, og ég gef þessu 8. 8 af hverju? 100? 20? Já, 8 af 100. Nei, 8 af 10. Já. 20 skalinn er bestur. Já, ég er á samlægis. Ha? Já, mér finnst 20 skalinn. 20 skalinn. Já, ok, 20 skalinn. Ok, ef það er þá 20 skalinn þá... Ertu aðdáandi 20 skalinn? Ha? Ertu aðdáandi 20 skalinn? Ég hef aldrei notað 20, en ég ætti kannski að nota hann. Ég myndi þá setja... Ég er einn sem nota hann eiginlega. Ég bjóð hann til, svona. Já, ég ætla bara að halda mig við 10 einhvern veginn. Ég ætla bara, þú veist... Það er bara þægilegt. Þú notar ekki 20 skalinn í þarna kvikmyndakakrinu? Nei, nota 10 stjörnur. Ég nota aldrei, það er svo óþægilegt svona 20. Mér finnst 20 þægilegast. Þannig að... eins og maður segir, ég myndi gefa þessari mynd, þú veist, 11 eða þú veist 14 af 20. Kannski er það bara... Kannski er það bara... Ég er bara dikt með 2. Kannski er það bara vegna þess að ég er of vanur. Kannski er ég út af því að ég er of vanur því að hugsa, þú veist, á skalanum 1 upp í 10 eitthvað svona. Það er svo, ég svo vanur því einhvern veginn að ég get ekki hugsað mér að, þú veist, dæmi þetta frá 1 upp í 20. Nei, það er alltaf að hugsa þetta, út af því þetta er eins og að gefast 10 stjörnur, að þú getur sagt 4,5 eða 9,5. En því sumir segja 9,1 eða eitthvað. Og það er bara flókið, hefur 100 möguleika. Já. En já, ég er líka að hugsa að gera eitt. Hvað? Það er að gera eitt sem er að þarna gefa öllum bæjarfélögum Íslands einhvern. Þeim myndi gefa einhvern í náttúrufegurð og menningu, hluti til að gera, arkitektúr, merki og saga. Og hvað ætlar að birta þessar niðurstöður á internetinu? Alheimsins. Bæjarfélagar gagnrýni Matthíasar. Já. Nei, bæjarfélagar gagnrýni kannski mögulega Matthíasar. To be exact. Þetta var ekkert betra. En hvað gera þessu aðgangin íslensk hönnun? Já, ég bara glemdi. Sumir aðgangar eru... Hérna, ég er einmitt bara með teikningar af mjög flottu húsi og opnar núna. En þarna með Eurovision, Rússland er bara alveg hægt að taka þetta Eurovision allir. Það er aldrei hægt að koma. Og Kanada er komið í staðan. Kanada? Já. Ha? Það er náttúrulega Ástralía að taka þátt í þessu, síðan Kanada. Þetta er breska. Eftir 40 ár þá er þetta bara að koma yfir í World Vision. Það er bara World Vision. Já, líka, þú veist, Kanada myndi ég skilja líka vegna þess að þú veist, það er hálf franskt, skilur. Já, og þetta er líka því brest. Já. Já, þetta er heimskulegt, sko.
Já, þetta samt, þú veist, skáran að velja, þú veist, eitthvað, þú veist Ég held bara, Eurovision bara fínt í hans ég held að þurfa ekki eitthvað að bæta eitthvað ef þetta eru alltaf mikið, þá heldur við vera miklu meira, þú veist, núna svona, 40-50 land Nei, bara... þér líka við Kanada samt Já, en mér finnst þetta ekkert Þú ert til dæmis að fara þangað í ár Já, ég að fara þangað eins og, ég elska Ástralíu, ég vil aldrei koma þangað en ég mangur ekki að fara þangað en út af Crocodile Dundee Já, því þetta alls konar svona En mér finnst samt að þetta ekki að þetta í Eurovision Þetta eins og segja, þýst Já, ég elska, þýst menninguna í Tælandi en það þýðir ekki að mér langar á Tæland ekki þátt Já Það snýst ekki rasism, það snýst bara þetta bara fjöldan Já. Það óþjóðlegt að hafa alltaf mikið í land, bara 40-50 bara fínt Og verna þess að auðvitað Eurovision getur ekki verið haldið í Úkraínu þó verður hún haldin í Liverpool Ég kom þangað Þú hefur komið Nei, ég hef ekki komið þangað reyndar En ég hef ekki farið í London Nei En þú hefur komið, hvernig Liverpool? Það bara frábærborg Eða frábærborg? Já Er ekki fullt af einhverju, þú veist, Liverpool, þú veist, aðdáendum, allstaðar eitthvað? Þetta bara frekar svona rólegt fólki þarna, sko. Það? Og þetta bara svona, þú veist, þetta ekki, þegar maður lappar þarna mann líður að það sé bara örugur. Maður ekki eitthvað svona hrættur eitthvað lítið tilbaka. Ekki hrættur að ykkur koni með hníf og byrja að það skemmtilegt að vera í New York, en svona, mann líður að maður sé ekki alveg 100% örugur. Hvað það? Nei, það er líka bara út af því að maður sé svo mikið að myndum. Það gerist í New York. Fullt af einhverju rugleðan, sko. En þessi Liverpool, þetta er bara svona eins og Reykjavík, bara svona rólega, en samt skemmtilegt. En, býtu, Mattías, hvað hús ertu að gagnrýna? Ég er ekki að gagnrýna. Nei, sorry, þannig að, hvað var það, hvað hétt, hönnunar? Íslensk hönnun bara. Á Twitter. Og þú, já, þá sendur bara, þú ert bara búin að senda myndir. Myndir og ég segi bara svona eitthvað og ég bara segja alls konar. Þannig, sko, ég held að ef þú vilt gera þetta vinsælan aðgang, þá er þetta bara að gera follow aðgerðina. Og líka fara á TikTok og gera edit af húsum. Já. Bara þú veist, sína eitthvað Guðjón Samúelsson hús og eitthvað, the fact is you could have never done it without me og svo kemur svona Guðjón Samúelsson. En ég er búin að vinna mjög mikið af skjá-editum í gegnum CapCut sem að eru fanniðin á, það eru komin okkur inn, það var fariðin á TikTokið hjá ISO TV, það var að koma fleira næsta dag. Ég ætla að reyna að setja 1 á dag næsta vikunar, þannig að kíkið þangað. Já. Fylgjast með, likeið, followið og deilið. Og deila bara á mömmu ekkert eitthvað. Bara eitthvað, þannig að mömmur eitthvað myndi vera eitthvað, hvað er ruglað þetta? Þú veist maður að senda mér þetta eitthvað. Ég er meira sem að gera þetta, Mummi og Dóra Ship edit. Já, þá svona þannig að þau eru svona bara flatar myndir að þeim á svona skipi sem þú veist að sigla. Nei. Hvernig er það þá? Nei, þetta er svona eins og shipping. Já, ha? Já, þú veist hvað það er. Dóra and Mummi shipping? Já. Ég held að þú sagði Dóra and Mummi ship. Þetta er bara orðið íslenskur arkitektur. Þannig að, shipping? Já, þú veist. Hvernig þá? Það er eins og maður setur þarna öllum það aðgengur HTX shipping. Sem var eitthvað Maggi og Úlfur ætti að vera saman. Já. Er það eitthvað keppkvæðdæmi fyrir, Úlfur, veistu hvað shipping er? Já. Hvað er það? Er það ekki, þú veist, þegar maður, þú veist, eins og þú sagði það að vera að setja, þú veist, HTX karakter og hverju myndi vera saman, er það ekki? Jú. Já. Það er bara þannig að þú gerir svona. Þannig að þetta var að sína þau ættu að vera saman. Já. Þannig að þetta var að sína að mömmu og Dóra ættu að vera saman. Svona eitthvað CapCut. Sína svona jákvæður hliðnar á þeim, í gegnum CapCut. Já, svo í gegnum CapCut. Ég setti, það var mér þess að eitt svona, þau veitir svona, ég gerum mér þess að eitt svona edit með Randver og Þórhall Gunnarsson. Úr? Á CapCut. Edit af þeim tvö, sko. Það var að sína svona hver er betri. Þannig að
fylgist með, þetta kemur að sem á næsta dögum og það ekki komið núna. Þannig að fylgist með á ASA TV á TikTok. Já, og munið að follow og like eins og Armundur sagði. Já, gera það. En þarna, Armundur. Já. Núna komið að algengustu spurningunni sem við hefur verið spurð hérna. Já. Horfðir þú enn og aftur á einhverja mynd? Sko, ég hef ekki hort á kvikmynd síðan Ákvæmst ekki að fara að detti í einhverja eftir laugar? Nei, sko, ég síðasta myndin sem ég sá var bara síðasta myndin sem ég sá var bara Triangle of Sadness sem að, þú veist, veitu hvenær sá hérna? Það var, veitu Það smá stund síðan, sko. Það alveg veitu það var ég held að ég hef ekki séð kvikmynd síðan 7. febrúar. Heyrðu, já! 12 dögum síðan. Ég náði aldrei að spurja þig, Mattías, hvernig fannst þér Napoleonskjölin? Ég ekki búin að sjá hana. Sagði ekki að þú ætlar að fara á hana? Ég ætla að fara á hana og býtu. Það sem gerðist, pabbi minn var veikur, síðan var mamma mín veik næstu helgi þegar ætla að fara á hana og síðan ætlaði hún að fara hana bara núna fyrir stuttu, en við getum það eiginlega ekki út af því það bara... Vill bara Guð ekki leyfa þér að horfa á þessa mynd? Nei. Það bara, þú veist, nei, hold it right there. Og sko, núna eru 2 íslenska myndir í bíó sem við ekki séð. Það er Napoleonskjölin og á ferð með mömmu. Nei, er það komið út? Jú. Nei, býtu, ég var talmynd í gær og það ég ætla að fara á hana í dag með það. Bara eiginlega beint að þetta ætla að fara á hana með jöldinni. Þetta var bara ein frumsýning. Hún er ekki sýnd aftur fyrir held ég eitthvað 23. febrúar. Aha. Já, þetta var bara held ég eitthvað opnunarsýning. Já. Þetta var ótrúlega skrítið. Hún kemur alltaf 23. febrúar eitthvað. Það þannig hvernig dag. En ég er búin að setja hann á Íslandskönnun. Já. Follow á Twitter, @Íslandskönnun. Þetta er bara orðin íslenskur arkitektur. Þetta er notað sem follow aðgerð. Já, ég get gert það. En það er þessi vika. Ætla að ræða hana laugar? Já, laugar. Við sögðum í síðastu viku við ætlum að ræða þetta. Það er ekki droslega mikið áhuga sem gera fyrst, en... Nei. En að við fórum... Þú sömnt eitthvað persónulegt, en þú veist... Já. En þarna, annars var þetta alveg fínt, ekki eins gott og reykir. Já, reykir ofdyggur okkur líka. En sko, ég var svona við ekki neitt. Ég ætla aðeins svona að segja þetta við fólk sem að mun fara á laugar í framtíðinni, í 9. bekk. Mér langar bara að segja ykkur að Laugavatn, þetta er Laugavatn, já, að þið þurfið ekki að vandi vegna þess að það er þessi 3 lið sem keppa alla vikuna og verðlaunum voru bara 1 vatnsbrúsi sem ég held að allar eiga vatnsbrúsi, það eru alltaf enginn að fara að nota. Ég vann ekki, en þú vannst, Úlfur. Þú ert bara fullarbundur. Nei, ég er ekki það, en sko, ég vegna þess að það var bara fullarbundur. Ég nota ekki einu sinni þennan vassbrúsa sjálfur. Sko, ef fólk myndi vita að verðlaun væri bara 1 vassbrúsa, þá held ég að fólk myndi ekki vera jafn mikið svona að vinna fyrir þessu. Við þurfum að ná þessu vassbrúsa. Ég var bara... Það er bara keppniskapur í þessu. Ég var ekki að hoppa út í vatni fyrir stíkina. Mér er alveg saman þessi verðlaun, sko, ég er bara, þú veist. Þetta var náttúrulega gaman, en þú veist, þið þurfið ekki, vegna þess að sumt fólk er að taka þetta alveg mjög alvarlega. Þið þurfið ekki að taka þessu alvarlega. Þetta var bara gaman. Þetta var ekki gaman, allir var bara eitthvað sitjandi, ok, krakkar, nú ætlum við ekki að aga bolta. Nei, það má ekki sparki boltan, þú ert úr. I'm only here for the prize. Það er ekki alltaf eitthvað þannig, sko. Já. En það er allir sem hlusta á okkur eru bara, þú veist, eitthvað svona, ég vil bara fá verðlaun í keppni. Nei, ég er bara að segja, það er svo mikið af fólki sem er að taka þessu allt Nei, alveg, þau vissu að verðlaunin er ekki það góð. Þau var ekki að búast við þetta nýju húsi í verðlaun. Sko, í mínunlega, þá fylgta fólk bara eitthvað, við þurfum að fá sér verðlaun, þetta er öll bara, þú veist, bara eitthvað flugmiði frá Play Air eða eitthvað. Fólk var bara að tala hann. Það er ekki þakka, hvað svona 1000 kall. Nei, mér finnst að þetta hefði frekar átt að vera eitthvað þýst eins og kaka eða eitthvað. Já. En þau vilja ekki hafa einhver of góð verðlaun út af þá er þýst hintfjölinn útla fúl. En Play Air var í fréttum vegna þess að... Já. Vegna þess að milljónasti flugfarðin. Já, það. Ég heyrði eitthvað þetta en ég veist ekki að það var Play. Já, hann var, sko, þú veist hvað Play Air. Já. Play
þú veist hvað Play er. Já, ekki, nei. Play er, það flugfélag heitir Play er. Já. Og líka Vá er. Það getur líka verið að skrifa Vaff-á-E-R, eða Bil-E-R. Já, þú sagði mill. Já, sko, milljónisti farþeginn frá Player sem frá eitthvað gana. Já, milljónist, já, þannig. Já, hann er bara að fá frítt bara restina af lífinu sinu. Það er hæðilegur dýl. Hann er búin að spara 5.000 kallarna. Hann getur farið á hverjum degi. Hann getur spara 10.000 krónur. Hann er bara að fara á hann getur bara að fara á hverjum menns að degi og bara flóið allan heim. En sko, þetta er bara restina af lífinu hans. En ég held að Player sé að fara á hausanum svona 5 ár, þannig að ég held að þetta sé bara svona 5 ár. Hvað finnst ykkur Nice er? Life? Hvað finnst ykkur Nice er? Nice er? Já. Það hljómar eins og eitthvað sem geimur eru búið til þess að Mér finnst Nice er, ég alveg ágætt flugfélag. Ég hef aldrei farið þess. Nei, ég hef aldrei farið með þið, mér finnst bara flott. Nice, það er eitthvað nafni, sko. Úlfar, sko þú ekki Nice er? Ég hef aldrei heyrt þetta. Northern Iceland, þetta er þýst flugfélagið á Akureyri eiginlega. Já, er þetta eitthvað Íslands, já? Já, þetta er Íslands. Nice er. En hvað sem það er nú freka nice. Já, Mom er, ég var bara með það sko, það er eitthvað Hvað eru nöfnin hjá þessum flugfélagum? Nei, sko, þetta er ekki alveg flugfélag, en þetta er bara heimasíða og þetta bara lítur þessi alveg venjuleg flugfélag, þetta er bara hvert viltu fara á eitthvað og síðan bara kaupa flugmiða. Er það íslenskt? Þetta er íslenskt. Það er freka kallarins, menn að þú veist. Og síðan fyrir maður komin inn í þetta, þá er þetta bara svona tölvuleikur til þess að fljúga með flugvél. En þetta er basically, þú veist. Þetta er bara tölvuleikur og þetta lítur bara hvert þú fara, þetta lítur bara svona alveg eins og alveg. Þetta er bara Vá er að kóla, sko. Já, ég var að vera að segja, þú veist, já. Já, þetta er sko sami maðurinn að gera þarna heimasíðuna fyrir Vendís á Íslandi. Það var að Vendís var að koma og síðan var þetta bara eitthvað grín eitthvað, ég veit ekki. Við erum að grínast, Vendís er ekki að vera að koma. Þetta var ekki fyndið grín, sko, ég var mjög spenntið fyrir að fá Vendís. Og síðan var bara, nei, þetta er ekki rétt. Þetta er alveg svo að segja, sko. Þetta er alveg svo að segja. Þetta er bara svo að ljúga barni. Þetta er alveg svo... Já. Hvað gerðist? Ég veit ekki. Sko, þetta er alltaf bara alltaf dætt í sundur alltaf græði. Þetta er orðið gamalt og ryðgað. Ég þarf að spá, þá bara dætt allt í einu mikrofóninu minn af. Ég ætla að reyna að hækka hann upp, en ég tók hann bara. Getur ekki sett það fyrir í? Skal reyna. En sko, þetta er bara eins og að ljúga barni að, þú veist, systir sína við dáa síðan sem bara, nei, ég er bara að grínast. Þú varst spenntur af hann. Hæ? Þú varst spenntur fyrst. Hver er ekki smettur fyrir Vendís? 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 Við erum loksins að fá eitthvað sem er ekki á Íslandi. Mér langar ekki skyndibita, ok? Þetta er bara óholt. Og þetta er drasl. Og þetta er dýrt. Dýrt? Þetta er náttúrulega ekki dýrt, sko. Ég farið bara fucking Júsú eða eitthvað. Júsú? Er Júsú eitthvað svakalega holt? Nei, ég er bara að segja, ef þið vilja eitthvað óholt og dýrar en bara það vennilega, hvað er það á Júsú? Er Júsú ódýrt þá? Nei, ég er að segja, ef þið vilja eitthvað óholt og dýrt, þá farið á Júsú. Okay. Við höfum skyndibitastað, við þurfum ekki 1.000.000 skyndibitastað að gera. Engin furða að við erum með feitustu löndum í heimi. Við bara... Er það? Örugglega. Við erum Hrekkjavöku og Öskudag pluss það að við erum óði í skyndibita. Þurfum við virkilega KFC og Pizza Hut. Við þurfum svona Vendís. Og Taco Bell. Nei, Jármundur, Vendís er ekki öðru. Vendís er allt öðru. Það er mikill mönnur. Bíddu. Vendís. Hver er sko ekki Vendís? Þetta er eitthvað rauðar stelpa sem er með eitthvað svona þrefaldan kjúklingaborgar eða eitthvað. Sem ekki að gefa sér á. Hver fann upp á þessu? Eitthvað, Wendy. Já, það var nefnilega grín í Crocodile Dundee 3. Fór hann á Wendy's? Hann fór í svona bílul á Wendy's og hann hélti... Var hann búinn að venjast... Var hann ekki ennþá búinn að venjast Bandaríkin eftir 2 myndir? Nei, hann er ennþá bara skildi ekki neitt. Jármundur. Hann var bara eitthvað, hélt eitthvað konur sem unnu hétu Fendi, þetta var eitthvað. Jármundur. Ófendi mynd. Tim Hortons og Wendy's. Við setjum bara sama. Þetta er nákvæmlega sama. Og þetta er sama fyrirtækið. Já, hverjum er ekki sama? Getur þú googlað hana feitustu þannig... Nárú sem er feitasta í mig, en það er svo það... Nárú, þetta er... Einhver er ekki, þú veist, einhver staðar í Bandaríkjunum bara, þú veist, eitthvað? Þeir náttúrulega borða bara
bara svona 20 tonna sælgæti á dag sko. Það er ein mynd sem útskýrir bara Bandaríkin yfir höfu og það er þessi mynd sem sýnir þú veist fullt af auglýsingaskiltum og bensínstöðum og skyndibitastaði og eitthvað sko. Það er bara það sem Bandaríkin er. Já. Í heild sinni. Bara setja svo örn og ameríska fánan þá komið með þetta sko. The United States, baby. 25% af öllum Íslendingum eru obese. Spikfeit? Bara eru með offituvandamál. 25%? Heill fjórðungur. 25%? Sigur Ingi, hann í þeim hópa ekki. Sigur Ingi? Hvað er þetta að segja, strákur? Öruglega, já, öruglega. En út ykkur það fyrsta sem hugsaði. Nei, ég var að hugsa Hvað er Sigurður Ingi Ég var að hugsa svona hvað er búið að gera? Hvað gerðist við Sigur Ingi? Alveg eftir kryddsíldina þá er hann bara búinn að vera í burtu. Ég var að sjá svona conspiracy TikTok-vídeó það sem var að segja sko fólk heldur að Sigur Ingi dói 2017 og það kom eitthvað klúð í staðinn og fólk er að segja hann breyttist í útliti röddin hans breyttist talmótin hans breyttist, fötin hans breyttist að fólk er að segja Sigur Ingi dói 2017 Voru ekki að tala með síðustu kassakóð þetta eða eitthvað það út okkur að halda allir að það var fólk alltaf að deyja sem Michael Jackson Þannig að það eru 25% af Íslandingum sem eru offitusjúklingar og svona aðri 25 sem eru algjörlega geðbilaðir eða? Já. Síðan eru svona 50% Hvar fáum við peningin til þess að klóna ráðherra? Ó já, það er konundagurinn í dag. Já, konundagurinn. Við ætlum ekki með konundaginn, elsku konur. Shout out to all the women. We're one of my favorite genders for real. Let's get it. Og hefur ekki séð þetta, shout out to women. One of my favorite genders for real. Já. Æði. Til hamingju Þorgerður Katrín og Katrín Jakobsdóttir. Til hamingju mamma. Það er nefnilega hlust alltaf. Og Matti Fræðriksson. En sko, Þorgerður Katrín, hvað ég þér? Þið fara alltaf hverjum einasta sunnudegi í Vesturbæjarlaug. Við Þorgerður Katrín. Já, Þorgerður Katrín Jakobsdóttir fara alltaf hverjum einasta sunnudegi í Vesturbæjarlaug og hlusta á Karlakóan. Já. Það er alltaf verið að spila Karlakóan í Vesturbæjarlaug klukkan 9 á sunnudum. Og síðan svona taka svona klukkutíma. Já, hjá Viðreisn Úlfur. Forma að vera sem hitt hana. Já. Og síðan taka svona klukkutíma umræður þáttin og að krifja þáttin. Sko alltaf, klukkan 9 á mánudögum, þá er Karlakóan spilaður í Vesturbæjarlaug. Já, þetta er magnað sko. En já, stoppið aðeins. Það er komin tími til að tala styrsta aðal okkar príkið. Við minnum á príkið. Já, príkið styrkur. Takk fyrir það príkið. Og þeir... Sko ég held að þeir sem líka minnast á það að glænýi styrktaraðilinn okkar Wendy's er núna komin. Það er grín, Wendy's er ekki að styrka okkur. Þetta var bara maður aftur. Já. En já, takk fyrir príkið að styrka okkur hérna. Skemmtilegur gaur. Takk fyrir príkið fyrir að styrka hérna þátt á Karlakónum. En við skulum þá halda áfram. Já, okkur vantar pening. Okkur vantar pening, já. En já, á hverjum mánudegi klukkan 9 þá Karlakóan spilar í Vesturbæjarlaug. Já, það er mjög gaman. Líka á príkinu. Ef þið viljið fara á kaffihús morguninn, fá okkur croissant í morgunmat. Ætti ég svo líka núna að henda núna í fyrstu flug? Já. Eða bara einu? Eða þú veist? Já, fara í fluguna. Og við förum í flugu smá mokka. Ha? Maggi var bara að senda mér það messenger. Smá mokka. Já, hann sendi þetta í gær líka. Þá förum við í Þetta er arkitektur að mynda okkur skristu. Við skulum, já, ég þarf að finna hérna Já, þetta var fundin fluga, er það ekki? Jú, við skulum kíkja í fluguna Núna. Ég er svo mikil íkvæmni. Jæja, núna þurfum við að fara að enda vikuna með Gísla Marteini. Við þakkum gestunum fyrir í kvöld. Gunnar Helgason, takk fyrir að koma. Og Ingvar þú var svo funny. Þetta var funny þáttur. Já, takk. Ójó. En já, við ætlum bara, það er ekki tónlistarátturinn vegna þess að ég nenni ekki. Þannig bara takk fyrir í kvöld. Og krakkar, vinna borgi gos í kvöld. Og munið að lesa nýju bókina mína. Já, einmitt Gunnar. Jæja, takk og bless. Og klippa. Þetta var alveg hræðilegt hjá Gunnar. Hvað? Gunnar, þú talar allt of mikið. Þú ættir að leyfa mér að tala meira. Þetta heitir Vikan með Gísla Marteini. Já, sorry. Ég ætla bara að kasta
kasta þessum kaffiball í þér. Oh my god. En ég ætla að lægja með þér. Heyrðu, Talar alltaf mikið sem þetta. Ég á að tala. Gísli, hvað? Og þú, Ingvar, Hann illa blendum, Jú, sjá, hann svo mikið. er brennand. Það myndi. Bara berð mig ekki með pulla. Þú ert ekki góður leikari. Nei, heyrðu, býtu. Þú ert ekki góður leikari. Gunnar, getur þú bara haldið kraft í smásund? Við vitum ást með, Já, rosalegt þegiðu. brunasár. Þegiðu, En við bara Gunnar reyna að Helgason. rífa þérna. Heyrðu þessu, bara, þú kastar ekki bara bolla í mig. Jú. Heyrðu, bara gott af hann. Heyrðu, veistu hvað? Býtu þessum á. Ég ætla ekki að biðja mig. Nei, býtu. Hvað? Kappi vél eitthvað hægirna eða hvað? Já, Gunnar Helgason. Mér finnst að þú átt ekki skilið að lifa. Þú átt skilið að brenna í helvíti. Nú ætla ég að kasta bókinu þinni í andlitið þitt. Guð. Ég ætla eiginlega að sulla sjóðandi heitum bolla kaffi á þig. Vissi. Nei, við þetta er eiginlega, ég ætla bara ítt þessi vélum á bílu. Tjúk, ert þú ógeðslegur? Þú ert ógeðslegur. Þú ert að stela tíma frá mér. Hvar er ég? Heyri, en Ingvar, Já. ég er þetta með hníf. Nei. Heldur þú að kosta því? Ég myndi bara kasta honum í þig. Svo myndir deyja. Nei. Jú. Gott er. Og þú, Gunnar Helgason. Það er axi hérna. Ég er með axi. 1, 2 og... Þetta var ákvæming. Gísli minn, sko. Berglind Festival. Þú ert ljót og leiðinleg. Já, ok, ekki það. Ég ætla bara segja það á ég segi, nei ég fann smá inni hjá þér. Ekki segja mér að þú er búin að finna og búin að komast í skölinu mín. Þú máttir það ekki. Viltu ekki setja ágrafið sko, nei, settu penna niður. Hæ? Settu penna niður. Gísli. Pennin. Nei, veit Anna, hvað mann uppstík var að segja Anna, við erum náttúrulega ennþá í beinni, við náðum ekki að tekla vandamál, náðum ekki að klippa. Ok, ég skal ekki það. Gísli. Já. Við náðum ekki alveg að klippa, þú sko í beinni ennþá. Þetta var svona grín áhörendur þegar Ingvar og Gunnar og Berglind er ekki þá Jú eru svona sprellarar miklu sprellarar erum við núna bara með eina flugið? Já. Það oftast bara ein flug í hverju þætti, mér það bara betra. Já. En já, Maggi sendi okkur, Jimmy Carter hendar. Jimmy Carter? Hann er fyrirverandi forseti Bandaríkjanna á árunum, hvað er það? Það er 92 til 96. Nei, hvað ég segja? Þetta var eitthvað... 90 og 70. Hann hætti 81, eða ekki? Nei, ekki 81. Hann er... En já, hann er demokratisk forseti í Bandaríkjunum. Já, hann... Og það sem gerðist er að hann er núna 98 ára, ekki? Jú. Alveg, bara, og hann var núna bara mjög veikur og gæti bara deyja brálega og við bara, það er bara mjög sorglegt. En það er þá, ég held að hann sé þá elsta sem einhver forseti yfir Bandaríkjanna hefur verið. Já, og hann var náttúrulega betri forseti Bandaríkjanna. Já, ég veit hann gerði mjög góða hluti. Já, hann var 77 til 81. 77 til 81. Já.
og hann var alveg að gera 76 og kostnað 9% kostnað 80. En hann gerði, hann var að sinna almenningsstörfum og hann vildi fá betri kjör fyrir fólk. Hann fikk Nóbelverðlaunin og svona. En ég veit ekki alveg, þetta er rosalegt, en ég nefnilega hringdi í hann Barack Obama í gær, svo ég þekki hann hans. Og hann sagði, ertu með númerið hjá Joe Biden? Og hann sagði já. Ég er með númerið hjá Joe Biden, ég var að prófa að hringja hann. Já. Ok. Veitu, nei. Þetta eitthvað númer. Ég fannst ég heyri í Donald Trump, sko. Ertu vissum að það sé Joe Biden? Nei, þetta voru eitthvað rangt númer, veitu. Mér fannst ég heyri í svo einhverju konu og svo Donald Trump eitthvað að trufla hana. Já, veitu. Var ekki Barack Obama eitthvað að trufla þér, eða grínast þér? Hvað töluðu þið á Barack Arnaldur? Við vorum bara að spjalla alls konar svo. Ég þekki hans, ég hef hitt hann. Og Býtu, hvað rugl var samt þetta, þú veist? Býtu. Af hverju auglýsing í Ég veit, Hvað var? Ég kom með hann hérna. And they'll remain classified so we don't give our roadmap to our enemies to try to Hann bara strax byrjar að tala. Jú, ef ekki að segja eitthvað við hann. These parameters will guide Joe, it's an honor to have you on our podcast. Hann orðinn svo gamall, sko, hann veit ekki að við séum að tala við hann, sko. Hann ekki 82 ára? In addition, we direct my Joe, security advisor. Do you listen to our podcast? To make sure we're positioned to deal Hvað hann að tala um? with the objects Sem in hinn our kugun sem airspace. bara First, Jó, haltu kjafti. establish a better inventory Já, of skilum unmanned á, hann er í ruglunni, sko. Hann bara byrjar, þegar eitthvað hringir, hann bara byrjar að tala strax eitthvað, sko. Hann er alveg saman hvað fólk segir, sko. Já, hann er svo mikið að grípa fram í fyrir mann. Nei, ég geti ímyndað mér að Joe Biden grípur aldrei fram í fyrir manni. Hann er bara alltaf þýst leið og bara með hóstar hann bara sorry, interrupting you. Úlfur, leiktu Joe Biden. America. Það hljómar nákvæmlega svo hvernig þú leikar þarna Obama. Já, við America can be defined in a single word. Eða hljómar ekki þannig svona. Já, ég kann bara Obama. Já, leður hlustundum að segja það. Ha? Leður hlustundum að segja það. Já, hvað á ég að segja? Ég veit það ekki. Segð hvað Obama, hvað myndi Obama segja? Láta bara Obama koma í þáttinn og, veitu? Já, Obama, hann allir komið að þetta. Já, komt inn og Obama. Mr. Barack. Sorry. Hello. Obama, þú ert byrjað með Obama Gaming, ekki satt? Yes. Do you understand Icelandic? Yes. I know many languages. Ok, þannig að við getum, en kanntu að tala íslensku? No. En þú skilur hvað við segjum, þannig að við getum I tala show íslensku. respect for my own language. The American language. Af hverju hataði kona henni þig í 10 ár? Erum við að ræða þetta? Það er þungt loftinni. Já, þetta er múin að vera í fréttanum út að finna, ekki að spurna hann að setja þetta. Obama, afsakið þetta, getur við, Obama, viltu fara út í smá? Obama, bara af hverju hata hann þig í 10 ár? Nei, Obama, getur við farið út í smá, ég þarf að tala við Armund. Já, þetta er bara, við erum bara fjölmennir. Armundur, Obama, farið út. Afsakið, ekkert, frábær fórstumar. Ég er ekki rasískur, ég lofa. Já, ég er ekki þetta var bara í fréttanum. Nei, Armundur, jésu, góð leið til að eyða ekki stemmingun og líka. Nei, þetta var, finnst þetta ekki áhverð að konas hata hann í 10 ár. Æ, Hann Armundur, bara stara að hann, sko. hann er að gráta út af þér. Já, það er bara hans vandamál. Herru. Já, þetta er alltaf í hvert einstaskiptið sem einhver verður gráta. Þá er þetta þér. Fáum hann aftur hann. Ha? Nei. Obama, ekki gráta maður, ekki gráta. Obama doesn't cry. En Já. Getur þú svara Armundur! Viltu svara þessar spurningu? No. Ok, spyrum okkar hana, hvað, Ég drep þig. það er ekkert merkilegt við hann Obama, já, hvernig líður að þú ert eini svarti forsetinn í Bandaríkjunum? I was a president. Já. Hvað finnst þér núverandi ástandi í Bandaríkjunum?
Joe Biden að gera góða hluti? Yeah, he's a great man. En Trump, hvað hattar hann ennþá? Yes. Sjálfmyndur, þetta hefði ekki gert, það er ekki Já, það er bara, það þarf að spurra til hluti. Ég veit hvað það er að spyrja. Þarna, þú drafst Osama bin Laden. I sent the army after him. Það ekki rasist að gera það? No? Nei. How is it racist? Nei, bara vegna þess að hann er ekki Arab eða eitthvað. Even though he's he's still a bad man. Við skulum tala hana. He did a very bad thing. Ísland, hvað er það Ísland? How do you like Iceland? I think it's a beautiful country. Já. Hefur hitt Guðna? Yes. He's a great man. A very, very great man. Já. Yeah. Já, það er bara Barack Obama, hann gerði ekkert áhugavert. Ég er að finna eitthvað sem ég geti spurt ég finn ekki. Hann didn't. Barack. Yes? Hvað finnst þér númundi máli með Eflingu og ASI? I don't know anything about that. Okay, bara ég ætla að googla questions to ask Obama. Questions to ask Obama. Is that a thing on the internet? Sko það er alltaf eitthvað reddit þræð sem bara ef þú mætti spyrja Obama eitthvað hver myndir sverð þannig að þú getur bara farið I made it myself. Interview question frá hérna Obama three things frá LinkedIn eitthvað listi. Hvað spurningar? How do you rally people to dream big and hope like Obama even though they may be Obama, facing Obama, hvað myndir segja við fólk hann geta endað eins og þú? Þú þorðir svo miklu. Hvað tökst það? Listen, I'm getting very gray, very old. I don't remember anything that I said. Þú ert alltaf að segja yes we can. Okay. Yes we can. Hvað viltu mest vera, hvað langar að fólk muni þig fyrir? For being the first black president, of course. Er það bara einu persóna ekki hérna? No. Hvernig, why would you think that? Ég veit það ekki. Bro. Hvernig þú upp dætur einar? Like a normal father. Já. Dotti Dottsfór sittin. Who's that? Hvað finnst þér hann? Show me. Dotti Dottsfór sittin, þetta hvað finnst þér? Þetta myndið einhverjum Is that my daughter? Dotti Dottsfór sittin. What was he doing with my wife? Af hverju þetta fylgja 500.000 manns? Það sér hérna 565k following á Twitter. Hvað heldur það? Because I love all people except the Republicans. Nei, þetta er Obama followa? Arnór, hann er followed í Ísling. Arnór Boga sem 2000. Þetta er ekki einu sem grín, sko. Hver er þetta? Sorry. Sko, ef maður fyrir hérna í Barack Obama hérna, veitu? Are you talking to me? Are you still talking? Barack Obama following. What am I doing? Arnór Bogason. Nancy Pelosi. Hver er þetta? I don't remember. Vera Hillary Clinton. Yeah. Hún er great woman. Hún er ekki skandla. Nancy Pelosi. Bill Clinton. Hvað finnst þér Nancy Pelosi? Þú ert að followa hana. He is a little bit The Obama Foundation. What? Já. Oh. Er það John Cena? En já, Obama, þú varst að greinast með dementia. Yes, me and John Cena have a podcast. Nei, Obama, þú varst að greinast með dementia. What? Já, Obama, þú varst að greinast með dementia. How do you know that? Já, nei, þú Did you just diagnose a former US president with dementia? Nei, Obama, þú sagði það í blaðamennafundi í seinustu viku. En það er núna að sitcom í fjölskylduna sem heitir The Black President Family. Fjallar ykkur svona halda upp á Reykjavíkuna. Þetta er að koma á Netflix núna
í október. You are one of the most racist interviewers that I've ever visited in my life. Ég bara að tala hluti. Does everything that I do have to be about being black? Nei. Þarna... Is that the point? Nei, þarna íslenska, getur reynt að tala íslenska. Og þú skilur íslensku, getur líka reynt að tala hana. Maður heila aðeins reyna. 40 mínútur, hurra! Getur bara aðeins. Já, getur þú sagt kannski ég heiti Barack Obama og ég elska Arnþór Bogason, getur sagt það? what? Getur þú sagt ég heiti Barack Obama og ég elska Arnþór Bogason? Getur þú sagt það á íslensku? Who do you think I am? Ég held að við sért fyrrverandi forseti Bandaríkjanna. Forseti Bandaríkjanna. That's right. Já. Hvernig var að vera í Between Two Ferns með Zach Galifianakis? Well, it was of course all an improv. I knew he was going to like do. I still don't know if what you are saying to me is a joke because I just came in here and I didn't know you were gonna say these things to me. Viltu ekki bara fara? Different to Zach Galifianakis, they told me, Funny or Die told me that he was going to say, roast me, you know? Já, ég ekki að roasta þig. Ég bara að tala hlutina. Ég ekki að steikja þig, sko. Who's this woman? Það móðir Magnúsar sem var í þettinum. Who the fuck is that? Ef prófa að hringja hann, vegna þess að hann mikill aðdáandinn. Þú prófa að hringja hann og segja bara, herru. Is he a big fan? Já, that's great to hear. Always glad to hear people from other countries loving the former US president. Það getur ekki enda vel, bara Maggi hatur Obama, þú veist það. What? Ef ekki að prófa. Wait, I thought I heard he loved. Ha? Nei, jú, hann elskar þig. Is he a Republican or something? Nei, Maggi upptökin, Maggi ámæli í dag. Við erum ekki verið að trufla námælum sinni. Já. Obama. Yes? Hundarnir, Sonny og Bo, þeir eru fram að deyja. Viltu ekki fara að bjarga þeim? I don't really want to talk about that. Nei, það er verið að... With you, you're not quite the people that I want to talk to about that. Nei, þeir eru núna frammi, Sonny og Bo. What? Hundarnir, Sonny og Bo, eru frammi og það er einhver að drepa þá. Svo ég ekki að fara að bjarga þeim. What have I got into? Hvað, að drepa hundana? No! Hann bara að fara? Gáð hann. Svona Obama hlifta eftir þeim. Hvað, Úlfur? Hvað? Ok, Obama er farin allavega. Þú varst eitthvað fyrir lengi á klósinu. Úlfur? Af hverju var fyrrverandi forseti Bandaríkjanna að hlaupa framhjóðin eftir einhverja gauðra sem voru með hunda? Dauða hunda? Sem litu út eins og hundarnir hans? Já, sko, þetta er... Hvernig fenguð þið Barack Obama í þetta podcast? Hvar varst þú? Varst þú á klósinu, ekki? Já. Hvað? Það er alveg blóðbóknar út allt hérna, maður. Getur ég... Nei, ekkert. Já. Hvað, þú veist... Við skulum halda áfram átinn. Hvað múið við fréttum vikunni? Það var verkfall í vikunni. Já, og síðan var Já, við skulum ræðum Eflingu. Já, við skulum ræðum Eflingu. Eftir að Barack Obama hljóp í burtu. Sólveig, Anna, Það er búið að fresta þeim. Eru þið aðdáendur Sólveigar Annu í dag eða eru þið hættir í því? Hvað er besta stéttarfélagið? Hvað er besta stéttarfélag? ASÍ, Efling. Sko, er ekki ASÍ málið? Ha?
Ég ekki aðeins í málið. Jú, að því þeir eru flottasta merkið. Já. Alþýðusamband Íslands, það hljómar mikið betur en Efling. En við fyrir aðeins inn á fréttabandris, hvað núna að gera? Ný Micra Chemical Renault 5. Hvað sagður? Ný Micra Renault 5. Þetta er alltaf mikið bílafréttum, þetta er allt bílafréttir. Ásgeir, það er ekki mikilvægt. Ásgeir? Er það náttúrulega bíl? Starfsmann sambílis, já. Gulum viðbörum fjölgar. Já. Guðmundur Felix er byrjar að keyra. Ég er bara alveg nefnbrotin Lewis inn í Vuitton súpunni, við sko. Pharrell Williams. Bolludagur. Bolludagur, það er bolludagur morgun. Við vorum búin að, já. Bolludagur, eru þið búin að kaupa Hversu ykkur vel bollur? þekkið þessu kvenna á alþingi? Eru þið búin að kaupa ykkur bollur? Já, ég Nei. fekk mér bollu í gær, má ég segja. Ég fekk líka bollur í gær, hálfa bollu, ég fekk svona breiðakorbollur. Já. Það er ágætar. Ég ætla að fá mér einn þegar ég kem heim. Já. En þarna í síðasæti, þá bara þátturinn endaði á því að Maggi sendaði skilabóðin fuck you. Já. En þetta var ekki illa mitt, já. Þetta var litli bróður hans. Já. Sem var að grínast. En I love you. Sem ef að þið vissu ekki, sagði einu sinni kúkabrandara í skjánum. Ammælistættinum. Þarna í póstskrætti sín. Hvað finnst þér mumma? Hvað sagði hann þá Hann eftir? sagði eitthvað, Hann er algjör kúkur eða eitthvað. Já. Herri, en betur því það þá hann hattar þig. Kannski. Já. En það er líka I love you. Já. Þetta er svona love-hate relationship. Já, ég held það sko. Ég er haldt mér steftur með samband við nokkur ára strák. Já. Hvenær getur maður hægt að segja nokkur ára einhvern? Hvað finnst Er það það sem fólk er að... Nei, ég segi oftast nokkur ára. Hvað finnst þér, Ermundur? Hvenær á maður geta hægt að segja nokkur ára? Ég bara veit það ekki sko. Þegar maður bara hættir að segja, ég veit það ekki. Nei, ég tala þeim hversu gamall þarf einn að vera til að maður getur sagt nokkur ára. Svona... 10 ára kannski, 11 ára. Já. Er ekki meira. Þú veist, ef þetta var 11 ára getur það að hann er svona nokkur að gamall. Mér lýsar mér svona 7 ára. Já. Nei, jafnvel minna. En þarna Já, Valentínusdagurinn var í hugunni. Já. Já, á þriðjudaginn. Já. En við ætlum ekki að ræða þann dag. Út af við höfum ekki við erum bara litlir innleipir hvolpar. Já. Litlir innleipir hvolpar. Patrik Warburton sett henni vídeo á Instagram á Valentínusdaginn. Já, hann er á Instagram. Já. Ég hef ekki followað hann á Instagram. Og það var vídeo hann liggjandi. Já, líka ennþá eftir að followa Rob Lowe í... Og þú voru líka að followa Charlie Sheen. No comment. Hattir ekki að followa Charlie Sheen. Bara... Hattir að Charlie Sheen. Nei. Nei. En þú veist, fólk er búið að segja mikið hann og eitthvað. Hvað er fólk maður að segja hann? Ég veit það ekki, þú veist. En Patrik Warburton. Það var vídeo á honum liggjandi upp í rúminu sinu. Með svona mjög mikið skegg og grátt hár. Og hann var svona, hann sagði eitthvað, hann er komið COVID. Nei! Og hann var bara, sko, röddinn er svona skrítin í þessu vídeo, sko. Þið er aðeins að heita það. Við langar bara að sjá Patrik Warburton einmitt núna. Ég ætla að spila... Ég elska það svo mikið. Já. Joe Swans. Já, það er Patrik Warburton. Ég ætla að spila þetta. Ég er alveg að gleyma. Maður sjá. I'm here quarantined in the downstairs guest bedroom. My comfy little prison, but prison nonetheless, because I have the dreaded vid for the first time. I thought I was immune, but it's not a lot of fun. I'm sorry I ever called it a hoax. Æj. Bara, þessi rödd, hún er bara... COVID er alveg að skjáða. Chevy Chase. Það eru European Það er að halda á hasspóka eða eitthvað. Þetta er senni European og Já, ok, fyrst ég held ég að var að halda okkur risastónum póka af hassi eða eitthvað, sko. Wow. Herðu. Hvað er dóftir hann að Steinda? Hvað er rugglega þetta? Já. Þetta er bara einhver leinlegur hæfileiki. Hvað er það? Dóttir Steinda? Dóttir Steinda. Já, þetta er algjör. Dætur Steinda geta gert margar hluti. Já. Gaman. Atliður Fannar. Já, einmitt Atli Fannar er til. Já. Já, ég held að hann verið dáin, sko. Já. Bara ef hann myndi, ég held að Þeir eru alveg hættir að fá hann, Armundur, út og greið er þarna hátt stilt að þér. Ég veit það ekki.
Hvað er málið með þetta? Hvað? Af hverju þannig að... Það er þetta svona aðslægur stilt, ekki bara verið eitthvað... Af hverju Gísli Martin hættur að fá allafannar í svona smá svona fréttu vikunar svona? Samandi. Hvað, af hverju... Sko, en það er... Arnur, þú ert við þetta svona, sko. Það eru nýja breytingar á Instagram. Vegna þess að... Núna er notification komið efst. Já, Reels var alltaf í meðinu. Men núna er það eitthvað create. Já, þetta er svo TikTok. Það er bara að breyta hérna notification. Og þarna... Já, ég veit ekki alveg með þetta. Það er alltaf að hafa þetta bara hérna. Ef maður ætla að setja það. Svo ef ég myndi vilja setja hérna mynd af... Hvað finnst þér svona langi seli og skuggarnir? Ha? Það er gamlu kallarnir sem er að taka eftir Eurovision. Já, þeir. Það voru þeir í... Þannig að hvað hétt ekki lagi? Eitthvað, Voru þeir í gæri eða? Nei, þeir verða mest... Ég hlustu ekki á þetta fyrir henni söngukeppni. Það er bara besta sem þeir. Ég sá bara, þetta er eina sem ég hlustu á fyrir. Þetta voru bara gamli menn eitthvað. Eitthvað að syngja eitthvað, Já, ég held með þeim. Ég elska gamla kalla. Ég ætla að spila hans fyrir. Ég er alveg magnum, hvernig var þetta? Alveg magnum. Spila þetta betur í mikrofónum. Þetta er gott. Þetta er gott. Alltaf að knúsa. Hvernig fara að segja Er þetta bra? Lagið heitir OK, er það ekki? Já. Ég held að þið séu einu Getur spóla það áfram. Af því. Já. Þetta er gott. Þetta er Eurovision efni, sko, þetta er... Þetta er alltaf hana standout. Já. Það er hvað maður leitar að Eurovision, ekki einhverju dönsku autotune-shiti. Já. Ég er strax búinn að gleyma hvernig það lag, ég man bara að þetta er gaur sem örugglega hlustar á Weekend svona 10 sinnum á dag. Nei, sko, Úlfur, þetta er sko atriðið þegar autotunaði meira. Þetta var ekki alltaf autotunað. Ég er ekki að grínast. Ég er veikur. Ég held að, þú veist, autotune mun virkilega, þú veist, fá fólk til að hugsa svona, þú veist, verður þetta, þú veist, svona eitthvað svakalega flott ef að, þú veist, nota autotune, ekki að nota, þú veist, kunna, þú veist, í alveg að syngja og eitthvað, skilur. Sko, autotune var auðvitað alltaf fyrst notað bara til að laga eitthvað eða það er einni falsnótu, það bara notað til að laga það eina falsnótu. Já. Því notaði í öllu bara laginu. borgar bara fyrir því klukkutíma í stúdíóinu, eða meira örgla, og borgar fyrir ákveðin mikinn tíma í stúdíóinu og notnaði tíma vel. Og þau nærð, ef þetta er ótrúlega erfitt að syngja og það nærð einu ránt, þá viltu ekki byrja upp á nýtt og taka á þetta að gera alltaf ránt. Bara laga þetta einu, en síðan er bara notað fyrir heilu lögin. Já. Heyrðu, það gæti verið að, Armundur, að ég sé bráðum að fara að fá Disney Plus. Já. Út af því að þarna, en þess að þú veist, ég og pabbi höfum, þú veist, í mörg ár verið, þú veist, að fylgjast, þú veist, með Marvel myndunum, hann hefur mega gaman að Monkeys been í Monkeys. Maggi var að setja en story á TikTok. Hvað? Einmitt þegar ég var að tala um Marvel, þá byrjar allt í hennu Maggi að posta eitthvað. Maggi er bara hlusta hérna fyrir fram hann Marvel, Úlfur tala um Marvel. Já, ok, Armundur, lækkar í símanum þínum í guðna bænum. Vítu, hverju ertu á? Ertu á Instagram? Ég er sko, þetta voru TikTokinu á Magga. Hann er alltaf að setja mikið TikTok. En já, það gæti verið, já, að ég sé bráðum að fara að fá Disney Plus og... Hvað ætlar að horfa? Family Guy. Bara Family. Nei, en þú veist, að pappa langar að fá Disney Plus núna út af því að til þess að horfa á Maura Paul Rudd númer 3 myndina, þá þarf maður að horfa þarna. Þetta er með logo og eitthvað. En það er alltaf hann að einhver ástæða til þess að hann geti loksins farið að kaupa Disney Plus. Það var líka að horfa á My Name is Earl. My Name is Earl. Þarna, það er þarna með þarna Alvin þarna. Jason Lee. Já, Jason Lee. Stefið þeim aftur þessu rosalegt. Er það? Já, það var hann að tala allan tíman og segja þetta banjótónlist.
Er hann bara að tala á meðan það banjótónlist? Þetta er rosalegt sko. Hvað er hann að segja? Er hann ekki að syngja, er hann bara að tala sko? Hvað, ég að spila það? Já. Ég að spila núna sko. Ok, Mattias spila My Name's Earl. You're the kind of guy who does nothing but bad things and then wonders why his life sucks? Well, that was me. Every time something good happened to me, something bad was always waiting around the corner. Ok. Þetta er rosalegt sko. Hann var kyrst á hann í stefinu. Já, hann alltaf að lenda bílsinn. Það grín í þessum One by one, I'm going to make up for all my mistakes. I'm just trying to be a better person. My Já, name is já. Earl. Þetta er bara, Hann heitir Earl. Hann heitir Earl. þetta er bara rosalega þetta er Og heimsk. það er það sem að, hvað, segir hann það ekki Arndur. að hverju minnasta þætti? Arndur, Já. þú Ég veitir veit My Name's Earl My ekki? name is Earl, það sér það. My Name's Earl. Hver myndi leika Earl í íslensku útgáfu Arndur? Yeah. Gói. Já, kannski. En það er ekki upp úr, Talandi lýsum góa. Steindi. Talandi Já. góa. Ég verð að sjá aftur, þú veist, algjör sveppamyndirnar. Já. Ég gleymi Þær svo eru oft- frábær. Ég gleymi svo ofta það er sér til. Við þurfum bara einhvern tímann að hittast Hver og er, horfa saman á algjör sveppi og Harry og Heimir og hver er besta algjör sveppamyndin? töfraskapurinn. Tarraskapurinn. En sko, Já. ég veit það ekki alveg, sko. Ég þarf að, það er svo langt sinni að segja það. Mér finnst þarna Dularfugla hótelherbergi verið eitthvað svo gleymanleg sko. Nei, sko- gói björgramálunum er En sko, þessar myndir, Ekki- alltaf þegar ég hugsa um svona íslenskar svona gamanandaserjur, hugsa alltaf um svona lífmyndirnar, stellumyndirnar, veiðifaramyndirnar. Þetta var nefnilega ekkert ásnar rosalega gullöld Já. íslenskar Þú veist, kvikmynda. þetta voru líka 4 myndir. Þú veist, ég Ja, held að myndir. fólk lítið meira bara sem Nei, bara sko- barnamyndir. Nei, sko, það segir út af hverju þetta er. Þú veist, tímann sem þetta kom út. Þú veist, 1989, 1990. Þetta er gullöld íslenskar mynda. Með allt á hreinu. Sódóma, lífmyndirnar, Stella í Orlofi. Og síðan núna erum við komin í dálítið endurist neila. Við erum komin með myndir eins og Napóleonskjölinn, Berðaremi og Ílspiltúr með mömmu mynd, eða movie. Ég út ykkur heitir ekki þessi, hvað, ferð með mömmu eða eitthvað? Hvað er þetta? Já, Þessi nýja mynd. Eitthvað rúndinum. Á rúndunum með mömmu. Mér finnst þetta heita Ílspiltúr með mömmu, the movie. Með movie, með Björgvinni Frans og Eddu Björgvins. Nei, og síðan erum við líka með þarna, og síðan líka þýst eins og þarna, hvað? Og villibráð líka. Við erum meira komin alltaf endurist, finnst mér. Og náttúrulega veiðiframyndirnar líka. Ha? Líka veiðiframyndirnar. Hvað er það að segja? Veiðiferðar. Já, ég er að segja, veðurfræði myndir. Veðurfræðmyndirnar. Þetta er Lilla. Hvað eru aftur margar veiðiferðarmyndir framöndan? Það er komin úr 2. Líka seinustu saumakluburinn eða eitthvað. Já, bara svona spinn og það var engin, já, bara svona sömu framlega. Var það ekkert úr því eða? Jú, það kom út, saumaklubburinn kom út, sko. Er það komið út það? Það kom út 2001, sko. Ok. En það var alveg nokkert mynd. Skrítið hugsa, 2003 núna. Ég bara hugsa, ég er ennþá að hugsa hversu góðu allra síðastu veiðiferðarnar. Já. Þú veist, það er bara... Ég þarf að sjá hana. Sko, það er bara sena að Sigga Sigurjóns og Þorsteini Backmann í sleik. Já, einmitt, Það er bara sena, þetta er það góð mynd. Ég þarf að sjá þetta. Sko, mesta geima sér í heimi og mjög góða nátt. Og þú veist að tala um hvað Arnmundur er svo ódryktanlegur. Hvernig geima sér er góð, hvernig er hún vond. Þetta voru leigum, við vorum að tala um það. Já. Hvað var ekki eitthvað því Coming to America 2, nei. Var Coming to America 2 sem þannig sem voru svo mikið geima sér það. Það, þú veist, það, eins og Arnmundur sagði, það er munur, það er nefnilega, það fer eftir í hvernig hann segir það. Það er hann hvort. Er það? Þú sagðir það. Þú sagðir, stundum segi ég, þetta er algjör geimasýra, og þú segir, þetta er algjör geimasýra. Þú veist. Segir þetta annarkvort. Sagðir ekki að það væri, Jú, sagðir ekki að það væri munur. Þetta er svona eins og segir þetta annarkvort. Eins og því Siggi Sigurjóns, þetta er algjör geimasýra. Eða þú segir þetta eins og Örn Árnason, þetta er algjör geimasýra. Já. Og svo kemur svona tralalala. Síðan byrja að Latti að syngja strumpalagið. Í kallakvöld. Hvernig ætlum við að taka þessa mynd? Við gerum það aftur. Hvað mynd? Við þurfum að mynd fyrir það, við höfum hulstur fyrir þessa seríu. Fyrir hulstur og við erum að spáði að gera hvað hot shot. Nei, ég er aldrei að mæta við, það er ekki. Já, ok. Nú frækt. Planið var að gera hot shots. Já. Og það ég elskar hulstur. Hot shots sem er betri hulsturum sem ég veit af. Já. En þú veist, þannig að hulsturinn fyrir til þess að útskýra hvað þetta er þá Er þetta allir karakterinn í Hot Shots og það er að koma svona
flugvél sem fyrir gegnum meirinn þeirra. Já. Betra. Airplane líka með mjög gott hulstur. Já. Og Airplane Mode með Logan Paul. Airplane Mode, það bara flugvél að tappa, ekki? Nei, Anna, það var eitthvað þannig en svo var það líka bara Logan Paul að surfa á flugvél. Já, ok. Það gá hérna. Við verðum að fá Logan Paul hérna í þátt, sko. Hvað ættu að fá hann? Ekki? Af hverju ekki? Ef ekki, þá ætla ég að fara í podcasti hans. Hvað ætla að tala um hann? Airplane Mode movie. Hann er alltaf með. Þetta hérna var hlustur fyrir fyrstu áttur hana. Já. Það byrjum að sjá. Þetta var alltaf fyrir fyrstu. Já, þetta ekki. Svo komum við þarna í hringinn. Nei, það var séri 3, sko. Fyrir séri 2 var það. Ég er að finna hérna. En já, ég myndi bara fara í podcastið hans Logan Paul og hann myndi bara spyrja mig eitthvað. Svo, Úlfur. Já, þetta hérna fyrir séri 2. Já. Hvað var besta hulstrið, fannst ykkur? Mér fannst það var 3. Já, mér finnst það líka verið 3. Mér finnst það skemmtilegt hulstur. Já. Tróð okkur inn í Kýluga. Já. Og núna fyrir að fara nýtt fyrir þess þátturð. Þannig að við erum ekki alveg nokkuð hvað. Nei. Þannig að það kemur ljós seinna. Ekki í dag, ekki á morgun, heldur seinna. Það byrju hvað? Ég var komið í ASMR-hornið. ASMR, já, það er til. Ok, take it away, Mattías. Arnmundur að leita að ykkur. Mattías ætlar að ná í bækur. Áhorfendur hafa mikið. Ég nátti alltaf þú að börja með svona TikTok-sinn sem er eitthvað svona Matti ASMR. Sko, veitu hvað mikið eitthvað svona TikTok eitthvað ASMR. Já, gaur, ég sá eitthvað svona þannig það, þú veist, TikTok getur komið eitthvað svona svakalega eitthvað. Sko, það sem er magna við TikTok er að TikTok getur komið með eitthvað svakalega dramatíst og svo eitthvað algjör andskotan eftir. ASMR magic. Það er bara þannig að það getur fyrst eitthvað svona I'm gonna open my boyfriend's memory box because he's dead. Oh my god. Og svo bara þegar hann scrollar niður þá er bara allt í hún komin Spiderman að fikta í mikrofónu með svona ostaskera. Hvað tjóðs kjöfta? Já, ég held að það þarf að ramma þetta út. Þetta var ASMR-hornið. Heyrðu, það eru 2 mínútur ef við þurfum að enda þetta og fara að gera fluguna. Já. Er ekki bara best að, ég meina við höfum ekki fleira til þess að tala með þannig. Nei. Ég held ekki. Er ekki bara best að enda þetta núna? Verður þú í næstu viku? Nei, ég verð ekki næstu viku. Ekki nema að vera verkfall. Kannski kemur. Ef það verður skindilegt verkfall, þá kem ég í næstu viku. En ég held að við ættum enda þennan þátt. Já, við minnum á, við erum á öllum helstu samfélagsmiðlum. Takk fyrir prikið að styrkja þennan þátt á horni, bankasæti og Arnarsæti. Ég held að við ættum enda þennan þátt á örugglega uppáhaldslæginu minni. Já. You Can Call Me Al með Paul Simon. Já. Og Chevy Chase er í tónlistamöndum. Þannig að þú finna það? Já. Nei, ég vil ekki bara setja inn sérna. Já, en við viljum bara minna á taka prikinu enn og aftur fyrir að styrkja þennan þátt. Virkilega það að styrkja alveg eins og prikið rosalega góður staður og við viljum gefa þetta of langt, við viljum ekki. Við viljum enda þetta á nákvæmlega klukkutíma. Já, við viljum enda þetta á nákvæmlega klukkutíma, 5, 4, 3, 2, nei. Við viljum fá núna upp á þannig já, bless. Já. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo op.
opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and whoa, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Speak language, he holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you'll be my bodyguard, I can